Já, við höldum áfram. Skólastarfið komið á fullan sving og því ætlum við aðeins að taka púlsinn á því, skólapúlsinn. Velkomin Kristján Ketill. Takk. Segðu okkur aðeins frá þínu fyrirtæki. Hvað eru þið mörg sem starfið þar? Við erum 4 sem störfum með þetta. Það eru 2 tölvunarfræðingar og 1 verkefnastjóri og svo ég framkvæmdastjóri. Og við erum dreifð víða. Við erum 2 í Reykjavík, 1 í Þýskalandi og svo ég hérna á Egilsstöðum. Stýri verkefnum hérna. Það er þessi stjórnað hérna frá Egilsstöðum. Algjörlega. Ef við segjum okkur frá starfseminni, hver er hún? Þetta er fyrirtæki sem við stofnuðum fyrir áratug og ég var þá að vinna sem grunnskólakennari við Laugalækjarskóla í Reykjavík og tók þátt í innra mati skólans þar og ég sá hversu mikil þörf var á þjónustu við skólastjórnendur að bæði aðstoða við að safna gögnum og vinna úr gögnum og í kjölfarið að þá fór ég í samstarfi við Almar Halldórsson og Brian Suta tölvunarfræðing og við þróuðum þetta áfram og buðum upp á fyrstu könnunina í október 2008 og það voru nemendur í 7. til 10. bekk allt land sem tóku þátt í henni þá og svo hefur þetta undið upp á sig. Við höfum bætt við foreldra og starfsmannakönnunum og núna síðast á seinasta ári þá buðum við líka upp á starfsmannakönnun fyrir bara almenna vinnustæði. Og þetta eru væntanlega alls konar hlutir sem þið eru að skoða í þessum könnunum og fer eftir í hverju þið eru að spyrja líka í þeim. En hvað er það svona brýnasta núna? Hvað þurfum við að vera að horfa á í skólastarfi? Hvað þurfum við að skoða og rannsaka? Sko, þetta er eitthvað sem við tökum til umræðu á hverju vori. Við hittum skólastjórnendur alltaf á vorfundi og ræðum innihald þeirra kannana sem við erum að leggja fyrir. Við leggjum það fyrir á samræmdan hátt, þannig að skólarnir sjá sína niðurstöðu í nafnlausum samanburði við niðurstöður hinna skólana og ákveða síðan í samráði við okkur á vorfundi hvað er í könninni og það eru alltaf einhverjar smá breytingar. Svona stóru flokkarnir sem við erum að skoða, það eru virkni nemenda, líðan nemenda og skóla- og bekkjarandi. Þegar við fórum á stað með þetta þá fannst okkur líka vera svo mikil áhersla á námsárangur, sem sagt niðurstöðu samræmdra prófa. Okkur fannst þær á þeim tíma vera mjög stýrandi í skólastarfi og vildum koma að öðrum þáttum sem eru sannarlega líka mikilvægir. Í dag eru 90% nemenda í 7. til 10. bekk sem að taka þessa könnun sem við byrjuðum með þarna 2008. Kostirnir í því að hafa fyrirtæki í þessu felast þá í því það er ekki endilega ein stór könnun sem er framkvæmd, heldur að gera reglubundnari kannanir og þá líka að vinna með svo niðurstöðurnar eftir á. Já, kosturinn við að vera í svona nánu samstarfi við skólana er að skólarnir stýra ferðinni. Við erum þarna til þess að aðstoða þá og eftir því sem að áherslur í skólastarfi breytast þá getum við brugðist við því sem að skólastjórnendur er að kalla eftir og til dæmis núna að þá vorum við að bæta við spurningum svona kennsluhætti, hversu almenn endurgjöf til nemenda er til dæmis af hendi kennarans. Nýlega þá líka uppfærðum við kerfið hjá okkur þannig að við getum verið með talgervilsstuðning og myndastuðning og það getur okkur kleift að bjóða upp á könnun fyrir 1. til 5. bekk. Það er að segja nemendur sem eru ekki endilega orðnir læsir og það var í raun og veru kallað eftir þeirri könnun alveg frá upphafi en við bara tæknilega gátum ekki lagt könnun fyrir svona unga nemendur áður en að þessi tækni kom til sögunar, talgervilstæknin. Það sem við gerum í 7. til 10. bekk er að við tökum búin til eins mörg 40 nemenda úrtök og við getum og dreifum þeim samhvert yfir skólaárið þannig að skólastjórnendur eru að fá endurgjöf frá nemendum allt skólaárið og geta þess vegna brugðist við strax.
þegar ég var að vinna í innra matinu á sínum tíma, þá vorum við að vinna stundum með upplýsingar sem voru úr alþjóðlegum könnunum sem voru kannski 5-6 ára gamlar og voru þá upplýsingar frá nemendum sem voru löngu útskrifaðir úr viðkomandi skóla. Já. Og árgangamunurinn er svo mikill að það er ekki boðlegt að vinna með svo gamlar upplýsingar í innra mati. Það sem finnst líka áhugavert er einmitt það að þú flytur hingað austur og ert hvað að koma aftur heim. Já, ólst upp hérna út í Hlíð, Jökulsárhlíð á Ketilsstöðum og var hér í skóla, bæði í Brúarási og Eiðum og menntaskólanum á Eistum og svo að loknum menntaskóla þá þurfti ég að flytja í burtu og hef ekki verið með fasta búsetu hér í 20 og eitthvað ár en núna vegna þess hvers eðlis mitt starf er að þá skiptir í raun og veru engu máli hvort ég væri staddur í Kópavogi eða á Eistum að það við nýttum tækifærið og fluttum ég og konu mín og 2 dætur. Já, þú finnur það að þetta hefur ekki áhrif á vinnuna þína? Engan veginn. Einn af starfsmönnum okkar er staðsettur út í Þýskalandi og svo lengi sem að það er gott netsamband til staðar, net- og símasamband, þá skiptir þetta í raun og veru engu máli. Við erum með opinn þjónustusíma við alla okkar viðskiptavini frá 8 til 4. Alla virka daga. Við höfum enga þörf fyrir að taka á móti skólastjórnendum á einhverri miðlægri skrifstofu. Enda hafa skólastjórnendur ekki þann tíma að þeir geti verið að sækja sér slíka þjónustu. Þannig að munurinn á því að vera hér en ekki á höfuðborgarsvæðinu, hann felst ekki í því hvernig þú starfar eða vinnur, en þú finnur kannski muninn þá fyrir utanvinnuna í fjölskyldulífinu? Já, það er náttúrulega gríðarlegur munur. Ég var fastur í umferð núna bara í seinustu viku, var í Reykjavík og ég hugsaði með mér það var virkilega gott að vera laus við umferðina. Ég vona nú að Reykjavíkingar fái einhverjum bætur á því ástandi sem er þar akkurat núna, því að það er ekki boðlegt. En þetta kemur allt með kostum og göllum. Það er þjónusta hér sem er ekki til staðar, sem er til staðar í Reykjavík, en kostirnir sérstaklega þegar fyrir barnafjölskyldur finnst mér vera alveg yfirgnæfandi. Já, þannig að þetta er eitthvað sem get ekki fleiri fyrirtæki tileinka sér svona mynstur fyrir sína starfsmenn? Ég hefði haldið það. Vinnan í dag, hún fer svo mikið fram í gegnum netið, hvort sem er með fundum, gegnum fjarfundabúnað og tölvupóst og síma, að það ætti ekki að vera erfitt að búa til þannig störf. Þetta er dálítið mikið á í orði segi ég, en ekki á borði. Svo það er mikið talað um flutning starfa en svo verður lítið af því og það er forvitnilegt að athuga hvers vegna það er. Svo er þetta líka umhverfismál, myndi ég segja, að minnka ferðalög með því að gera fólki kleift að vera í sinni heimabyggð, að það skiptir miklu máli. Akkurat. Kristján, tíminn er fljótur að líða, hann er hlaupinn frá okkur. Takk hérlega fyrir komuna þín inn í settið. Takk fyrir. Við ætlum að kíkja í örstuttar auglýsingar núna.